Já, á ég að lækka? Sorry, ég er dottinn á grammið, maður. Ég er eitthvað að passa að drekka upp á Lavazza. Já, það er allir að passa að drekka bara Lavazza. Ég er í gangi, ég veit ekki hvort það heyrist. Jú, þetta heyrist vel. Þetta? Þetta held ég hafa aldrei sést í íslenskum hlaðvarpsleik áður. Fólk er að, ekki fólk, þú ert að hellubóðinn Il Volkan Lavazza á leiðinni í vinnuna. Volkan Lavazza í beinni. Með því er ég að passa. Að drekka Lavazza. Heyrðu, þetta verður stór vika, maður. Góðan daginn, kæru hlustendur. Bjóðum ykkur velkominn hennan föstudagsmorgun. Já, ég vona að þið séuð í sömu málum og ég hérna með Lavazza. Já. Við hönd. Minn er allan að ylvolkur. Ég veit eitt sem að stendur vaktina. Ekki bara hjá okkur með því að hjálpa passa að drekka Lavazza. Já. Nei, ég veit ekkert hvað er að fara með. Nei, en hérna, já, bara verið velkominn. Það er hérna, já, kannski að byrja á því að minna á pingja.is, skrá sig, fréttabréf. Já. Kemur út í dag, kemur út svona klukkan 11 í dag. Já, heyrið þú í sjálfu þér eða? Já. Ok. Að þú ert örugglega með vitlaus heyrnartól. Já, það er alltaf að vera. Ég er alveg bara gufur uglaður af þessu. Það er alltaf að fara úrskeiðið sem getur farið úrskeiðið sem í byrjun þáttar. Nei. Ég var nefnilega með, ég var bara strax með newsflash á því. Nú, á þeirra. Rakst á einn á austan, Smáralindinu vikunni. Já. Og hann sagði mér að segja Arnar þarna. Já. Ég ætla að kæra hann. Segðu honum. Hvað nú? Ég ætla að kæra hann, ef hann lætur sjá sig. Hvað nú? Og ég segi nú fyrir hvað. Hann er bara svo nettur. Ég ætla bara að kæra hann fyrir að vera svona nettur. Já, takk, þá. Ég er ekki allir að hrósa á föstudagsmorgnum. Já, það er nú búið að rigna yfir okkur dálítið hérna undanfarið. Já. Það er verið að tala um að við sem að vera betra og betri, sem er nú auðvitað, Sem er bara þvæla. skára væri það nú, Það er þvæla. ef svo var ekki. En hérna, við viljum bara þakka fyrir góða móttökur og góðan vöxt sem er í gangi. Fólk er farið að svona, já, aðhyllast. Já. Hérna, Sko, póstlistin er í veldisvexti. pingjunni. Póstlistin er í veldisvexti. Já. Dýpind og pingjan er í veldisvexti. Já. Við erum að upplifa eitthvað hockey stick growth. Já, það er góði dagar hjá okkur núna. Þökkum fyrir það. Fólk er farið að aðhyllast svona siðum pingjunar. Þetta er hérna... Það er að detta inn í pingju hagkerfið. Já, ég held það, algjörlega. Hagkerfið er að kvikna. Sammála því. En, já... Á ég ekki bara að byrja þetta? Já, Sko, það var náttúrulega stór fréttavika núna. Já, ég er bara með eitt. Sumir hafa sagt á föstudagskaffið þegar það eru bara við tveir. Það er svo kolbikasvart. Já. Þetta er bara við setjum ekki sykur, við setjum ekki mjólk í þessa þætti. Sótsvart eins og Sótsvart. Fjólublátt Lavazza. Beint á milli lærana og út í bíl. En ég ætla að taka hérna og fara yfir eina grein, fjalla sætustu kattanöfnin sem hægt er að skýra. Og er það eitthvað viðskiptatengt? Nei, ég er að sprella. Heyrðu, ég fann grein bragðefni. Mér langaði bara að vera með svona lítið, mér finnst það svo skemmtilegt. Ok. Og þetta stýrir svolítið viðskiptum og neysluhegðun. Ég fann grein bragðefni sem er ekki meira en 10 ára gamalt, sem svona trend í heiminum, þetta er svolítið amerískt. Það er núna komið í, samkvæmt þessari frétt, Guardian, 138.000 vörur í Bandaríkjunum. Ég ætla aðeins að rampla. Þetta byrjaði á Starbucks, en er núna komið í Pringles, hummus, Spam skinku, hefur séð það? Spam skinka er sko skinka í dós. Já, ég sé þetta. Núðlur, tannkrem, kaffi, byrjaði á Starbucks. Og núna það er bara aðeins að rampla meira. Þetta eru 138 vöruflokkar, kom fram þessu. Veistu hvað þetta er? Nei. Langaði að giska, hvað er bragð? The Seasonal, Halloween, Pumpkin Spice. Já, einmitt. Já. Og ég var að fara... En er það allt árið það? Já, þetta er orðið bara svo vinsælt. Þetta byrjaði sem seasonal vara hjá Starbucks, að vera með Pumpkin Spice, latte og cappuccino. En í dag er þetta orðið bara... Þetta er komið í allt, eins og ég segi, leikum við. Hefur þú fengið núðlu með grasketsbræði? Nei, það hef ég ekki gert. Ekki hingað til allana. Það er aldrei að vita... Og það fylgdi sögunni fyrir 10 árum. Það var meira leitað að orðinu candy corn. En í dag er þetta á toppnum. Pumpkin Spice. Athyglisvert. Á þess að ræða þetta eitthvað of lengi. Ja, Hvað finnst þér vera íslenska equivalent? Við pumpkin, eða svona graskers. Hvað er eitthvað sem við erum bara setja í gjössalalt? Hugsaði. Karrí er dálítið vinsælt hérna. Já, ekki að sé vera að leita að. Ertu að leita að einhverja? Já. Ég held samt að karrí sé óvenju, sko, vinsælt á Íslandi. Já, tannkrem með karribræði, höfum við séð það? Nei.
Hvað ertu að tala um, eitthvað Big Red eða hvað? Nei, ég nú bara að tala um lakkrísin. Það fucking lakkrís. Lakkrís tannkrem til? Nei, ekki tannkrem, en þetta sett út á allt á Íslandi, licorice. Eins og Bylgjan kom hann með að setja lakkrísduft á súkkulaði húðu, hvað hétt aftur? Var þetta ekki hnetur eða eitthvað? Frá þarna Háberg? Nei, þú ert að tala um svona pipar. Pipar, ekki lakkrís, piparduft. Íslendingurinn varði náttúrulega svona piparduftsóður. Já, það það sem ég er að tala um. Og ég meina, ég var að drekka cappuccino á te og kaffi með pipardufti. Já, einmitt. Þetta sett út á ís, fólk með þetta í bragðari. Já, það er fólk setur þetta á allt, sko. Ég býð eftir að vinir okkar í SS búið til svona skinku í dós með piparduftsbragði. Ói, það er hryllingur. Heyrðu, ég ætla að taka mér að segja, ég er að koma til flug hérna. Pringles, þeir eru með pumpkin spice. Af hverju stjörnupopp ekki með pipardutti? Heyrðu, jú, þeir eru búnir að því. Já, það er búið, já. Þetta er equivalent. Þetta er ekki alveg að mörgum vörum. Þetta er nýsköpunarfyrirtæki. Já, en þetta er svona koma trendin, þau taka bara yfir. Já, þetta er skemmtilegt. Búið. Þú er búinn? Já, ég er bara búinn. Viltu að ég taki þess kattanafna yfirferð? Nei, skulum bara eiga það inni, held ég. Það voru bara Egill og Daniel, það eru svo sætnöfn og ketti. Já. Komum nánarinn á þá hérna á eftir. Hérna, eins og ég sagði aðan, þetta er auðvitað stór fréttavika núna. Já. Margt að gerast og ómögulegt hreinlega að taka allt fyrir, en við skulum að sjálfsögðu byrja á stærstu fréttinni og það er bændur. Þeir eru gjössanlega, þeir eru að garga úr hlátri þessa dagana. Já. Bréfin í SS hækkum 65% í vikunni. Já. 21.000 króna veltu. Ekki það sem ég var að giska á. Nei, það hefur einhver þurft að selja fyrir rafmagnsreikningnum og hérna, en þó fengi gott verð fyrir. Býtu, taktu recap á þessu. Hvað sagðir að veltan hafi verið? 21.000 krónur. Heyrðu, á ég að skúpa hvað eru upp á árunu eða? Já. 169%. Þeir eru náttúrulega, sko, við tókum þá fyrir hérna í þættinum okkar hérna First North Special. Já. Og þá ætli þeir hafi ekki verið í kringum, 1,8 eða svo. Nei, voru í kringum 2 tvistin eitthvað. Þannig að þeir hafa hækkað síðan, sko. Ég sé að... En bændur ég get alveg votta fyrir það. Þeir gargul hláttur núna, sko. Þeir eru einhver búin að leggja niður störf bara, þú veist. Það er ábyrgðarverð. Skipum bara nefnd með Steingrími Jóð og fáum það niðurgreitt. Fáum smá styrk. Ætli Steingrími Jóð hafi... Verðbólga. Hækkum bara verðið. Það selst ég mikið af þessu. Allavega SS, þetta er bara sveiflast eins og jójó, virðist vera. Allavega síðustu vikunar. Já. En þetta er nú ekki svona öllu gamni sleftu. Það er þetta nú ekkert sérstaklega, hvað segir maður, áreiðanlegt þegar eitthvað svona hækkar í 21.000 króna viðskiptum, sko. Nei. En er þetta eitthvað svona penny stock dæmi? Núna er komin, sko, sala spreddið er 1,7 og 3,1, veist, sala. Já, þannig að þetta er allt eins líklegt til að lækka bara 40% ef einhver kaupir á 1,7. Basically, sko. Já. Ég meina, hérna, hæsta sölutilboð er 3,1 og hæsta kauptilboð 1,7, þannig að við erum að sjá spreddið hérna upp á bara... Hvernig er það? Það er aldrei farið okkur vel að rekna í beinni eða hvað er þetta, 70% spredd? Er ekki viðskiptavakar á þessum? Þetta gerist ekki í kauphöllinni, svona hátt spredd, sko? Ég held að það sé ekki á First North, sko. Ætli við getum gerst viðskiptavakar SS? Já. Bara pingja. Er það sant? Væri ekki þetta... Ég veit ekki. Að þú ert með eitthvað svona fjármálafyrirtæki og einhver leyfi? Er það ekki hægt að fá að... Jú, gerast einhverju viðskiptavaki fyrir einhver fyrirtæki á First North? Það væri gaman að gera. Pingjavakir yfir ykkur. Pingjuvakinn. Já, tjóðið væri það gott. En það er seinni tíma markmið, myndi ég segja. Fáum einhverja sniða með okkur það. En annars, var nú kannski svona það sem að helst bara á góma svona í hlutabréfaheiminum auðvitað það Origo var að selja Tempo núna í gær. Já, það var svakalegt. Og markaður í gær opnaði með 20% hækkun á hlutabréfunum. Hvernig sá fyrir endan á þessu í lókdags? Manstu það? Nei, ég man það ekki. Nei, ég er ekki alveg með það á hreinu. Við hefðum þurft að kíkja það. Já. En sko... En það er allt grænt í gær. Já, þetta er Tempo. Þetta er náttúrulega íslenskt nýsköpunarfyrirtæki. Þetta er stofnað 2009. Þetta er 13 ára gamalt. Getur þú sagt mér eitthvað þetta fyrirtæki? Ég veit ekki neitt. Ég hef ekki hugmynd. Það er nefnilega málið, sko. Ég veit að þetta er einhvers konar... Þú veist, þetta er hugbúnaðarfyrirtæki, skilur við. Já, þetta er bara hugvit til útflutnings. Þeir eru með að breiða það. Drullu vel gert. Og eru þarna að selja einhvern hlut. Hvað var þetta stór hlutur? Á 29 milljarða. 40%, getur það ekki verið? 40% hlutur. Já. Athyglisvert. Má ég sjá, 28 deilt með 0,4. Jú, það stemmir. Það var svona að tala um 70 milljarða valuation á sig. Já.
held ég. En jú, ég reynda að manna núna, þetta hérna svona tíma... Já, þetta svona tímastjórnunar eitthvað. Já, þú ert að trakka tíman. Já, þetta eitthvað þannig. Og tengist inn í forrit sem heitir Jira, sem mikið notað hjá forriturum. Já, hér eru pingjulega dálítið að bregðast okkur, við hefum viljað fá skúp. Við hefum viljað fá skúpa á þessu, sko. Við fáum ekkert skemmtilegt, það er bara verið að senda okkur eitthvað með Tempo, SS. Já, það er augljóst að einhver vissi af þessu, því að fyrirtæki búið að hækka alveg hvað, 10% bara í vikunni, sko, meðan að markaðir eru búin að vera að lækka, þannig að einhver hefði nú svo sem geta lesið út úr því. Já, það nú alltaf eftir að segja það eftir á. Já, það alltaf eftir að vera vitur eftir á, maður búin að vera lítið í bréfunum núna, þannig að maður lítið búin að vera að fylgjast með, en þetta alveg ferlegt og þetta hefði maður viljað komast inn í þetta. Já, það hefur verið fjör. Já, það hefur verið fjör, en ekki svo gott. Svo annað það náttúrulega, hvað, getum við kallað þetta bara svona mini-loðnubrest? Já, það má segja það. Við erum að fara úr tæpum 900.000 tonnum í ráðgjöf frá Hafró í hvað, 220.000? Já, ég þarf að slá þessu upp, ég er náttúrulega einn af meðstofnendum með loðinu frétta. Já, ég ætlaði nú að segja, nú er ég með þeim skráður ritstjóri. Sitt ég með ritstjóra loðinu frétta á móti mér, þetta er auðvitað gífulegt högg. Þetta er mikið högg, þetta styttir vertíðina mína frá desember, háana desember, niður í kannski 3 vikna season. Já, ég meina, já. Janúar, feb. Og við þetta lækkuðu þetta bref hérna í Brim og Síldavinnslunni sem eru náttúrulega risarnir á þessu markaði. Já, og ég er að komast að því hverjir hafa verið að skortselja brefin í loðnufréttum undanfarna daga, eitthvað að nú vita þetta. Ég ætlaði að spyrja þig, kemur til með að halda síðunni úti á þessari vertíð? Já. Byrja núna í janúar, eða þú veist, er það ekki yfirleitt svona? Sko, þetta er ógjöfulasta starf sem ég hef nokkuð tíma tekið að mér. Ásamt 2 öðrum forriturum að leggja peningi þessa síðu. Við fengum ýmist skítkast eða rós yfir okkur, en svona in the end þá hef ég ekkert fengið annað heldur pepp yfir að hafa haldið svo. Já, voru svona einhverjir gamlir fúskarar á austan sem voru ekki... Já, ég meina golfklúburinn á Seyðisfirði var bara tjúllaður þegar við vorum ekki að telja landanir erlendra skipa á Seyðisfirði. Það ég fekk að heyra það dag eftir dag. Sem að samt, þú veist, í grunninn var það ekki tilgangu síður, það var að reikna bara verðmæti íslenska... Já, sko, tilgangurinn var náttúrulega alltaf bara að reyna að setja það fram á myndrann hátt, þannig að hver sem geti fylgst með þessu. Fiskistofa er náttúrulega þannig vefur að þú þarf alltaf unni í bransanum í svona 3 ár til að átta þig á helstu hagstæðum þar inni og tókst ágætlega til. Ég vann einhvern tíma í bransanum og þetta er bara sami frumskólan þá. Já. Við köllum eftir... Þetta er þungt, en loðnufréttir svona átt að leta mönnum lífið og mun gera það ókomna tíð. Já, endilega hvet ykkur til að kíkja inn á það. Loðnufréttir.is. Já. En svo er það náttúrulega það, sko, með verðið á þessu. Þetta auðvitað lútar bara mjög brengluðum lögmálum frambóðar og eftirspurnar eins og bara gengur og gerist. Japanir eru náttúrulega mjög, bara óður í þetta. Já, hrognin. Já, í hrognin. Gunnþór talaði 20 miljard króna lækkun, sem sagt, af að talaði 55 miljardar vertíð í fyrra, samt verið að tala 35 miljardar núna þrátt fyrir 75% samdrátt. Já. Það er bara hreinlega þýðir að verðin verða bara hækkuð núna í ár. Já. Þannig að finnst þér þetta? Þetta er sko 35 miljardar, er þetta raunhæft? Já, það er það sem ég segi, ég á bara eftir að sittast niður og slá þessu upp sko, en með það sem maður þekkir af 7 ára sögu í þessum bransa, að þá er þetta einhver afbrigðilegasti hráurumarkað sem þú finnur, það er verðþróun á hrognunum. Líka það kom brestur eitt árið. Já, bara í hrognum þá? Nei, bara það var loðnubrestur. En þá var ævintýraleg saga að eitt fyrirtæki sem sagt, þeim þóknaðist ekki verðin sem voru boðin, ákvaði frekar að sitja á þeim og bara bíða meðan aðri mjöttluðu sínum lager út. Svo kemur loðnubrestur árið seinna og þeir voru einu basically í heiminum með loðnufrogn. Þeir voru í einokunarstöðu. Já, og ég man ekki hvað er 20-földu verði eða eitthvað, tók út fínan hagnað þar. Og Japanin keyptu það bara? Já, ég minn þetta voru einu hrognin sem voru til. Já, þeir eru óður í þetta maður. Þannig að þetta er mjög skemmtilegu markaðar að fylgjast með og náttúrulega brellin og brauðótt helvítis tegund loðnan. Þannig að margir hafa gaman að fylgjast með þessu. Athyglisvert. En herru, áður en ég kemur næstu frétt, þá verðum við að sjálfsögða að minnast á vinn okkar í Landsbankanum. Já. Það eru auka krónurnar og ég kom með díl dagsins sem fyrr. Já. Hvet ykkur að kíkja á þetta inn á aukakrónur hjá Landsbankanum, þetta er inn á síðunni, það er hægt að sækja þar og í appinu.
Það er dýll dagsins, það er Eirberg, það er 5% endurgreiðsla. Ok. Þar er hægt að fá allan fjandan af alls konar tækjum og tólum. Heyrðu, það er líka bara skemmt. Betrumbótanir á heilsu og... Þetta henda henni á lista, bara skoða hana. Þetta er svona premium... Þetta er 5% endurgreiðsla í Eirberg, sko, þú veist, þetta eru oft líka dýrar vörur, þú veist, þetta eru svona gæðavörur, dýrar vörur. Já, það er hægt að fá 5% cashback af því. Já, bara mjög gott. Ég er nú hræddur að þú getur nú alveg eitt í jólagjöf í frúna, sko. Já, jafnvel börnin, ég held að þessi með eitthvað barnastóla þarna. Já, svo er það. 5% cashback. Já, auka krónur, bara skrá sig. Og það eru ótal önnur fyrirtæki sem eru þarna að veita samanburðahæfan afslátt. Þannig að endilega kíkið þangað. Nú, svo er það eiginlega að mínum mati stórfrétt vikunar, sem er alltaf stórfrétt vikunar þegar eru stýrivaxta ákvarðanir. Já, það er rétt. Og Ásgeir í Aurabankanum ákvaða að hækka það núna 25 púnta. Já, akkurat. Og sko, hvað finnst okkur það? Jú, nauðsynleg hækkun, bara kæla aðeins meira. Já, kæla. Það er aðeins að kæla. Hann ítrekaði reyndar nokkur sinnum hérna í svörum sínum að... Veistu hvað hann er að kæla með hagkerfinu? Nei. Kampavín. Hann hendir kampavín í kæli með. Já. Svo poppar hann eina þegar þetta er búið. Ok. Þungur, var þetta þungur brandari? Nei, léttur, ok. En hérna, hann talar að sko, þú veist, að toppnum sé kannski mögulega náð, en hann hygg ekki við að bregðast við og hækka vextina aftur ef hann þarf því að halda, sko. Og þau segjast vera hér bara, hérna, já, hann segir bara við stöndum tilbúin að bregðast við, sko. Hann var samt pillu á verkalýðsfélögin. Já. Að stilla launahækkunum í hóf. Og nú byrjum við að nefna mér eitt skipti þar sem að það hefur ekki verið tekið fram á þessu guðsvolaða landi hérna. Að þau þurfa að stilla sig í hóf. Að verkalýðsfélögin þurfa að stilla sig í hóf við næstu kjarasamninga. Þetta er alltaf svona, sama hvernig árar í þjóðfélaginu. Já, við þyrftum eiginlega að fá hérna strákan í skák eftir kvöldmatt til að svona aðeins að gúttera þessa kenningu á mér. En það er svona eins og hann sé í þríliða skák við verkalýðin og atvinnu. Og hann er ekki gæinn sem er að svindla með rassakúlurnar í rassinu. Skilurðu? Já, ég skilji. Hann er örugglega Karlseninn í þessu samhengi. Já, honum líður að minnsta kosti þannig. Já. En þetta er auðvitað eins og ég segi, þetta er svona, held ég bara komin tími á að fara einmitt að fara að lækka þetta aftur, held ég. Svona meðan við, en svo er náttúrulega, veist, það er náttúrulega margar utanaðkomandi aðstæður. Það gæti komið stríð, útbreiddara stríð þar að segja. Hvað gerist þá? Þá þarf að fara að hækka aftur til að örva. Lækka, meinar þú? Nei, fyrirgefðu. Þetta mismælt í mig. Lækka til að örva, auðvitað. Hækka til að kæla. Bregðast við Önnur Móa frænka, setti kæli með. Aukinni verðbólgu. En þú veist, svo, maður veit aldrei. Ætli að sé kælir upp í Seðlabanka að það er alltaf sett eini kæli með hverri stýrivaxtahækkun. Kælu með þessa nú erum við að kæla hagkerfið, við skulum kælina sjampó með. Nei, ég meina sjálfsögðu að örva. Nei, að það sem ég meina er að hækka vextina ef að, ég meina, það kemur stríð, það verður bullandi verðbólga. Getur ímyndaði hvernig það verður ef við erum að fara bara inn í 3. heimsstyrjöld. Það er svakalegt, sko. Hvernig voru markaðir í annarri heimsstyrjöld? Og bara allt í frost eða? Við þurfum svona sögulega skýring á því. Það varð alveg bullandi verðbólga í seinni heimsstyrjöldinni. Já, meina auðvitað. Þetta er bara hagkerfi heimsins mun á endan snúast bara stríðið, skilurðu. Já. Bara eins og þau gerir í dag. Já, ég er að tala samt ef þetta verður útbreytara. Fattar mig. Þú veist, þá mun bara allt snúast að hvernig getum við haft betur og það verður bara aukin framleiðsla á hinn og þessu sem að mun koma til hærra hrávöruvers og það... Arnar minn, nú ert þú svolítið bara eins og bollinn, þú ert aðeins og svartur. Ég smá sigur í þetta. Ég er raunsær. Smá sigur í þetta. En við vonum að sjálfsögðu að þessu skeiði sé að ljúka og vexti færi lækkandi. Fólk er farið að tala að þau séu bara að lenda í greiðslufalli og einhverju þeirra breytilega vexti kikkin. Eitthvað sem ég spáði nú í einum þætti hérna. Já. Bara, en við komum nánar inn það kannski síðar, bara þegar það kemur. En já, þetta var svona það sem helst bara á góma í fréttum vikunar. Þetta var eitthvað fleira skemmtilegt en ég ætla nú að fara að hleypa þér að. Já, ég dætti í smá nefnilega Crypto Juice. Já, anskotin. Það er langt sem við tekið eitthvað á Crypto. Er eitthvað að gerast í heimi Crypto núna? Nei, ég fann svolítið skemmtilegt, sko. Larry Harmon, kannastu við kauða? Nei. Á ég að gera það? Nei, kannski. Ég meina að þú tengist þessu óbeint. Crypto heiminum? Já, bara svona því sem hann var að sýsla. Ok. Hann var svona early OG
Bitcoin Jewel, Original Gangsta vann í haug af verkefnum frá bara, hvernig kemur Bitcoin? 2011 eða? Það ekki 2009? Já, hann bara early, hann mjög early Bitcoin átta sig fljótt á einu. Það var helviti mikil eftirspurn eftir Bitcoin á hinum dökka vef eða djúpvefnum eða the dark web. 2014 á byrjandi þjónustu sem heitir Helix sem var svona crypto mixer eins og kallað sem hjálpar fólki að gera færslurnar órekjanlegar og ég kann ekki að útskýra það betur en að hann tengdi sig við marketplace sem hét Alphabay sem var stærsta markaðstorgið á djúpvefnum og 10 sinnum stærra heldur en Silk Road ef manst eftir að hafa heyrt það sem var fyrsta sem kom í loftið. Nei, man ekki eftir því. Ég lítið á djúpvefnum sko. Já, þá var ég kannski með rangar heimildir hérna en þetta semast markaðstorg þar sem menn geta keypt allt sem listir sem ekki leyfilegt, eiturlyf, gögn, kreditkortaupplýsingar, e-mail, bara allt stólið, örugglega mansal, morð, hitmen. Ég held kannski að þú kannast við þetta. Nei, nefnilega ger ég ekki sko. En sko það sem þessi mixer átt að gera var að þegar þú varst að borga inn á Alphabay þá fór það alltaf inn í þetta veski og þetta veski dreifði heim þú veist færslunum bara anonymously á milli milljón veskja þannig að það var alltaf órekjanlegt það sem fór inn að hvernig kom það út úr allavega, þetta varð helvinsælt 2017 þá nær FBI að loka Alphabay en þeir eru einskis vísir Helix greiðslumiðlunina Þeir fóru í gegnum allt, aftur og aftur og aftur og aftur og lokum, 3 ára seinna, komast þeir á snóður eitt lítið netfang. Það persónulega netfangi hans Larry okkar, Arnar Þór Ólafs, það kemur. Nei, hann var handtekinn 2020, talið hann hafi þvegið $300 million í Bitcoin, sem vitað, það hefur verið miklu meira. Það kemur ekki fram nákvæmlega hversu mikið á gert upptækt sem að hann sem sagt átti sjálfur, en hann fyrir bara rakleiðis í steininn og í fangilsi. Hvernig þværðu það þarna, þú veist? Þeir bara náðu að rekja, skilurðu, þeir voru með öll veskin sem að Helix, skilurðu, allar akkantana. Bitcoin er traceable, það áttur svona að vera endapunkturinn. Af hverju nota glæpamenn þetta ef allar greiðslurnar eru traceable? Já, en það náttúrulega, það samt sko anonymous eða svona... Já, en þú getur nefnilega alltaf að séð hver situr inn og hver tekur út. Já. Þannig trakkar veskin. Allavega, ég þekki þetta ekki nógu vel. Hann handtekinn, fer beint í steininn og svo gerist það meðan hann búinn að vera í fangilsi. Að löggan með öll gögnin og USB-lyklana og hvað þetta heitir. Þeir taka eftir að $5 million byrjar að fara úr veskinu. Bara meðan það í fjárhýslu lögreglunar. Hann Larry bara hent strax aftur inn í vitnaherbyggi og bara, hver fjandinn í gangi? Hvernig nærði að færa þetta? Og hann myndi á það, hann væri búinn að vera í steininum og átta sig ekki á neinu. Þanga til fyrir að hugsa helviti, hann Garri litli bróðir já, hann byrjar að djöflast eitthvað í þessu og það sem hann gerir, hann semur við kannana að stytta sína refsingu ef hann hjálpaði að nappa bróður sinn og blessunlega þá Garri bróður hans ekki skarpasta skýri í skálinni og hann hafði verið að nota peningin hann keypti sér lúxusvillu á $1.2 million hann fór á fljúgu með einkaflugulum hann tók út $52,000 í banka og setti í skýringu crypto Jesus. Hann keypti Audi og til að toppa þetta allt þá tók hann mynd af sér í baðkari fullu af cash í partíi þetta hann Gary getum hent þessi í dýblindu byggjan hann var semast áður að vinna hjá Larry fór í einhverja fílu þegar hann misti vinnuna og hafði einhvern veginn aðgang að veskinu en svo var það bara þessi loka pæling sko eitt sem ég ætlaði bara að spyrja mig með glæpamenn á krypto þetta allt rekjalegt sko eitthvað það sniðut? Já það einmitt, þetta hugmynd nú ég ekki djúpur í krypto og hef aldrei verið sko þetta samt einhver spurning sem ég hef alltaf velt fyrir mér það talað pjúra gagnsæi en af hverju þetta þá svona vinsælt í þú veist undirheimunum? Já, það það sem ég er að velta upp en það sem ég held þú veist að pælingi með rekjanleikan það er alltaf þetta að rekja sko hvaðan þessi nóða, skilurðu, þetta heitir nód, þú veist, nóða, hvaðan hún kemur, skilurðu, hvernig hún hefur ferðast í gegnum systemið, en að þú sjálfur njótir nafnleyndar, fattarðu? Já, akkurat. En nú þú að segja mér að það sé gefið upp, þú veist, upplýsingar þig við hverja færslu. Bara eins og núna, ef þú kaupir í gegnum myntkaup, þá það bara orðið opinbert, Arnar var að kaupa eða selja í gegnum myntkaup, þannig að þeir vita hann setur pening inn eða hann tekur pening út. Svo fara þeir bara að fylgja þínu veski, alla færslunar, hvað þú ert að gera, hvernig færslunar þróast og jari. Og þannig hafa þeir byrjað að mappa öll veskin við ákveðna aðila
og eins og ég skildi þá var þetta Helix bara Arnarkaupir á myntkaup sem bara 100.000 svo setur þú inn á Helix splitta greiðslunni í 25 greiðslur í 25 mismunandi veski ásamt 100 öðrum færslum þannig að þetta verður örugglega helvítis kraðak að finna út úr þessu þannig bara basically verið að svona þetta bara eins og í hruninu þegar fólk átti félag sem átti félag og þetta var orðið bara svo erfitt að rekja þetta eitthvað svipað það bara samsvar ekki kostnað að þurfa að rekja að þú veist að vinna að því að finna lausn á vandamálinu sko eða á sakamálinu en þetta áhugaverð en þetta var nú bara svona lítill sigumóli skemmtilegur Larry Harmon, næst þegar ég spurði, kannastu við kauða á sig? Já, býttu, var það ekki hann bróður hans sem var að baða sig í baði og peningum og það var gott. En það er þá kannski svona, þá er þetta kannski bara svona pínu tæmt hjá mér. Með cryptoið, Last Cryptos. En þú veist, hvað kallar þetta, rafhagkerfinu yfir í raunhagkerfið? Hvað er það sem keyrir raunhagkerfið hjá okkur? Ég myndi segja að það væri Górilla vöruhús, alveg klálega hjartanlega sammála. Þeir eru stólpið þar og samstagsaðilar, þvílíkur heiður og það er núna auðvitað eins og við höfum nefnt áður bara mikil skölun í gangi og vissulega þörf skölun þannig að löngu búin að sprengja af sér og það er bara tímaspursmál einmitt hvenar þeir sprengja þetta húsnæði þannig að við mælum að sjálfsögðu með fólk sem er í netverslunum eða öðru og eru með einhvern lager að hafa samband við þá Egil og Danna hjá Gorilla Klart, og sko þeir vita það líka Egil og Danni, frontar, flottir, keyra þetta bakbeini er samt Valur Reykjalín keyri myrkran á milli að halda öllu gangandi þegar þú ert að taka inn pantanirnar það er þetta fólk sem að og með Gorilla, það er svo gott að þú veist að Valur stendur vaktina en það er sama hversu það er hvort það sé stórt eða lítið fyrirtæki þetta eru fyrirtæki þetta með 100 bretta sem með, þú veist innan við 10 skilurðu, en þetta er þú veist, 50 til 100 pantanir á mánuði þá er þetta dæmi sem er að fara að ganga upp fyrir þig Já, og allt yfir því er bara no-brainer 100% og já, ég get ekki mælt meira með þessu allavega, ég held þetta fór því fólki frá burnout að vera að standa sjálft í því að vera fara með pantanir og díla við leiðilega kúluna sem að gera allt ómögulegt og þetta er yfirleitt samdags eða panta fyrir klukkan 1 þá bara bæði afgreiðsla og dreifing nema þú búir út á landi fyrir utan sem sagt hvað er það, suðvesturhornið og höfuðborgarsvæðið, ef þú býr þar fyrir utan þá er þetta deginum eftir þannig að þú veist, þetta er eins og ég segi no-brainer þú vilt ekki geima lagariðin heima hjá þér, kæri hlustandi Nei, og svo sjá þeir bara allt fullmentið og dreifinguna á skít og kanil þannig að þetta mun spara eitthvað mikinn tíma og vinnu að vera hjá Gorilla ábyrgistu það En Yngvi, þú varst svo með eitthvað skemmtilegt hérna Já, bara fara að loka þessu. Hann á það inni hjá okkur. Svolítið já. Hann á það inni hjá okkur. Nú, hver er það? Gautam Adani. Já, alveg rétt, já. Þú ert með hann núna? Þú og Eyþór í hopp gerðu stólpagrín á honum hann. Fyrstir í nefndan, út af því að hann var þungur í kolum. En hann sem sagt fyrir 5-6 vikum komst á topp 3, ríkasti maður í heimi. Og fyrsti Asíubúinn til að ná þeim árangri, Indverji. Og ég var búinn að lofa þig bara svona að gefa honum aðeins meira kredit því að hann er ekki bara einhver umhverfis sóði. Nei. Smá recap. Upp $61 miljard á árinu. Situr í kringum 140 B þessa dagana. Og eins og ég segi, hann áskilji smá svona comeback því að við kölluðum umhverfis sóða. Og Eyþór alveg urðuð yfir hann. En hann er ekki alveg jafn slæmur og hann lítur út fyrir að vera. Og bara svona smá hann, 1981, ég var ekki með hvernig hann er fættur, þú kannski googlaði, hann er fættur 62. Sextuðu kallinn. Já, fyrsta giggið hans, 81, þá kaupir eldri bróður hans einhver svona plastverksmiðju í Indlandi og býður honum að vera rekstrarstjóri. Sem sagt eitthvað svona assembly á plasthlutum í Indlandi. 4 mánuðum seinna, þá er hann orðinn það djúpur í plastiðnaðinum að hann er sjálfur farin að flytja inn ég ætti nú að vera búinn að koma þessi yfir á íslenskt. Þetta heitir eitthvað svona polymer, þetta er eins og eitthvað svona plastduft sem er bara eins og eitthvað sem þú flytur í bölk sem er notað til að framleiða plast. Já, ef þú googlar þetta er eitthvað polymer, plastik, bla bla. Þetta er allavega svona, þetta virðist vera bara, þú ert með efnafræðing að búa til eitthvað plast sull úr þessu 85, þá var hann byrjar að flytja þetta inn fyrir bara svona lítinn iðnað í Indlandi sem þarf þessa vöru og 88, semst 7 árum eftir hann byrjar þá er hann orðinn útflytjandi á hrávöru, plasti og fullt öðru stöffi sem er verið að framleiða í Indlandi. 91 þá var hann komið með járn, textilvöru og mat, þannig hann
breytir þessu bara svona í Adani Agriculture, bara hann útflytjandi og bróker og miðlari bara á alls konar hráuru. 94, hérna talaði að fái fyrsta stóra breykið. Sérst fram að þessu, bara í eigin rekstri, búin að byggja sig upp, orðin svona, bara international businessman. Að það ákveðið þarna að úthýsa rekstri á einhverju höfn sem heitir Mundra höfnin og einhvers staðar í Indlandi. Var á þeim tíma eina stærstu höfnanum í Indlandi, en hann búin að gera þetta að stærstu höfn Indlands og bara svona international höfn fyrir vöruviðskipti. Og hann semast eignast þetta 1994 bara í svona útboði. Og þetta gerir hann risastóran, því að þú hefur nú séð þetta í myndunum, það alltaf einhverju jöfrar sem eiga hafnirnar, sko. Ef það ekki ríkið, þá það einhver fáránlega ríkur. Einhver svona, hafnarkóngur. Þistilskipakóngur, jável? Við Þistil, hvað er það? Þistilskip, þetta var talað kallana sem voru stærstir á höfninni. Bara á miðöldum, sko, akkurat. Eða áður. Þistilskipakóngurinn í þorpinu? Hann svolítið það. Þannig hann að fá stórt breyk, orðin established, og að stækka mjög hratt. 2 mánuðir seinna, 96, stofnar hann orkuarm og vatnsorkuver. Og þessum tíma á í dag þá hann að framleiða 4600 megawatt á ári. Til að setja það í samhengi, þá Kárahnjúkavirkjun minni mig 690 eða 700 megawatt. Þannig að hann étur upp vatnsorkuna. Og í dag hann stærsti einstaki eigandi vatnsafls í Indlandi. Þannig að hann ekki bara kólapungur, sko. Heyrðu, 2006, það svona smá hraðspól. Hvað það samt að auðæfunum hans, sko? Ég ekki með breakdown á því, en ég svona aðeins að rúlla yfir söguna. 2006 fyrir hann að kaupa eignir í Ástralíu. Þar kemst hann í kólin. Kaupi kólanámuveri í Ástralíu. Ástralíu náttúrulega þungur í kólunum. Svo hérna hraðspól 2006-20. Það sem hann virðist bara að lifa á þessu, hann með orkufrekanniðnað, hann með vatnsorkuna, hann með hráurubusinessin, plastverksmið, þú veist, þetta bara mogul. Þetta orðið bara sæmilegt portfóljó. Þetta Adani Group. Ekki kannski beint svona umhverfisvænasta portfólióið. Nei, en hann samt líka með vatnsorkuna og það vegur upp á móti. Svo 2020, stórt ár, COVID. Hann vinnur eitthvað útboð í gegnum eitthvað svona semi-ríkisapparat sem heitir Solar Energy Corporation of India. Og í dag ábyrgur fyrir framleiðslu á 8000 megawatta sólar raforku veri. Hann að jafna út svona græna portfóljó, svona brúngrænt. Sem verkefni sem mun vera í gegnum Adani Green. Þannig á Adani Group, svo heitir þetta bara Adani Coal, Adani Export, Adani Import, Adani Green. Og þarna á hann inni auka 2000 megawatt sem hann getur bætt við. Þannig að hann getur verið með 10.000 megawatt að sólar orku ver á næsta árum. Hann gaf það út í fyrra að hann ætlar að fjárfesta fyrir 70 bandaríkjadollara í nýja græna tækni. Þannig að hann svona, þú veist, hann með góðan hug greinlega. Og núna í júlí þá vist megnið, þá búið að ráðstafa megninu af þessum pening sem að fara í sólarorku, vetni og vindorku. Þannig að við þurfum að gefa honum smá slakka. Algjörlega. Þetta byrjaði allan ekki vel. Plast og kól en hann virðist vera jafnaður út. Hann batnandi mennum með best að lifa. Sem vel. Ég var með eitt hérna kvót eftir hann. Ég fór nú að googla þistilskip. Ég sé það nú hvergi nefnt hérna. Er þetta eitthvað nýir þig? Ég var ekki alveg að tengja. Hét þetta ekki svona þistilskip þessi gömlu? Eða hvað hét þetta? Þessi, þú veist, bara svona árið 1600? Ég veit ekki. Við þurfum að fá sagnfræðing, fara yfir hlutabréf í seinni heimsstyrjöld. Ég ætla að henda hérna smá aðhaldi. Og bara kvóta eftir kauða. Being an entrepreneur is my dream job as it tests one's tenacity. I could never take order from anyone. Sæmil, þetta böllur á honum, maður. Og ég man ekki alveg, ég á búin að þýða þetta tenacity. Þetta eitthvað svona reynir á þig á eitthvað bla bla. Þegar á reynir. Þegar á reynir. En við skulum segja bara til að þýða þetta á íslensku að vera frumkvöðlega draumadjópi mitt. Punktur. Gautam, Adani, velkomin í hóp þeirra ríku og frægu. Ég tek ekki skipanir frá neinum. Nei. Tek ekki við skipunum frá neinum. Tenacity. Góð einkennisorð. Tenacity með henda okkur þýðingu. Það aðhald. En hérna, já,
Þá ert þú hvað, tæmdur eða? Já, það má segja það. Já, við náttúrulega okkur byrja að koma inn á það að núna, baka, hlaðborð fyrir jólin. Þrautsega, til næstu því. Þrautsega, já. Reynir á þrautsega að vera frumkvöld. En svo það hérna jólahlaðborð. Já, heyrðu. Já, baka. Þetta kannski svona meira fyrir lítil til meðalstór fyrirtæki. Já. Alltaf 80 manna hópar. Þannig að... Í frábærum sal þarna á Lækjarbrekku, gömlu Lækjarbrekku. Já, þetta svolítið skemmtilegu salur. Við fengum að stór glæsilegur spóka okkur þarna og verður upp á búið og mjög flott. Og já, bara fara inn á baka.is ef þið vantar. Ég meina það alltaf fyllast fyrir þessi jólahlaðborð. Þannig að Gústi var bara, heyrðu, ég þarf bara kasta inn. Já, klálega. Kasta inn smá frambóði. Það bara, Þannig að vinnustæðir, ég held að það sé svona lágmarki 10 manns. Ef þú ert með 10 manns, þá getur þú farið að bóka þarna. Já. Allt upp á 80, þannig að bara mjög gott fyrir litla til meðalstóra sem eru þeir sem við elskum. En samt sem áður haldaði áfram að baka á morgnana og kvöldin. Já. Þannig að það alltaf 2 ástæður til að mæta. Veistu hvað alltaf heitum jólin? Nei. Baka. Þau verður bara bakað sem sólarhring. Það eru 4-falt baka. Það verður bakað myrkran á milli. Já, taka 1 4-falt baka fyrir þeim. Já, 1, 2 og baka. Takk fyrir. Baka. Þau lengi lifi. Nú, annars svona, já, sko eins og ég segi, fréttavikan, hún var nokkuð stöppuð og það var mikið að vera og ég svona eins og ég segi, við snertum á flestu en svo það hérna með þristinn. Varstu búin að sjá það? Hvaða þrist? Það verið að breyta hérna umbúðunum á þristinum. Nei, heyrðu, það reyndar rísa fréttir. Því hefur bara ekki verið breytt bara í háa herrans tíð og þetta hitamál. Hvar sé ég þetta? Og maður velti því fyrir sér hvort að þetta komi til sko lækkunar eða hvort að salan dragist eitthvað saman. Hvar sér þetta? Já, þetta inn á Vísi, undir viðskiptum. Já. Og þetta komið í ýmist gular og hérna, já, það reyndar það einhver mynd á Twitter af einhvern gráum þrist. Ég held að það sé nú búið að eiga við það. En þetta sjálfsögðu í gulu umbúðunum en þetta orðið svona lúki á sig áður var dálítið 80s og fólk virðist ekki vera sátt með þetta. Ég held að minnir dálítið á olísmálið. Ég ekki að finna þetta og ég ætla ekki að lesa þetta í beinni því að ég myndi segja eitthvað sem að ég myndi sjá eftir held ég. Ég þarf að sjá þetta fyrst. Fólk allavega ekki sátt með þetta. Nei. Og þetta... Það svo sem eðlilegt líka að stökkva alltaf einhverju fram á væli. Já, þetta eins og ég segi með olísmálið. Já. Þú veist, hvað skiptir þetta máli? Getum við ekki gert svona lista yfir, það eru x einstaklingar sem alltaf tilbúin að stökkva fyrst og væla. Var ekki bara hægt að vera með lista með þá? Jú. Við svona svarta lista hjá okkur. Já, en heyrðu, ef við ekki að vera bara tæmdir áður en við verðum dæmdir. Jó, ég held það. Ég hugsa að það sé best. Þannig að Þú ert von á kæru? Já, einmitt, eins og kom fram hérna í byrjun þáttar. Já. Ég vona á kæru, ég man reyndar ekki fyrir hvað. Kæruðu fyrir að vera nettur. Já, alveg rétt. Það allir í smálindin að segja þetta núna. Einmitt. Heyrðu, þannig að sástu Óttar í Tösti? Já. Sem ég ætla að kæra. Einmitt. Heyrðu, fyrir hvað? Fyrir hvað hann er nettur. Kærlega fyrir okkur í dag og viljum að sjá sig. Frábæran föstudag. Það kemur fréttabréf á morgun í dag. Kemur fréttabréf á morgun, þetta 11, þannig að endilega skrá ykkur inn á pingja.is í pingjubandalagi. Reynið að kæra eins marga við getið fyrir að vera nett. Takk ég svo kvittun. Ég ætla að kæra þig. Já, bye.